Hér á Fagranesi á Reykjaströnd í Skagafirði á hann Kolbeinn heima, en Kolbeinn er 10 ára gamall. Það er oft mikill snjór í Skagafirðinum og Kolbeinn notar þá tækifærið til að renna sér á sleðanum sínum. Á veturna notar Björn bróðir Kolbeins tímann til að temja og hestarnir þurfa að læra að hlýða reiðmanninum rétt eins og Kolbeinn þarf að læra í skólanum. Hinir hestarnir sem eru heima við hafa engum skyldum að gegna, nema þegar dráttarvélin birtist, þá lalla þeir á eftir henni, þeir vita að verið er að koma með fóður fyrir þá. Hestarnir eru ætíð fóðraðir á veturna þegar þeir hafa lítið að kroppa sjálfir og snjór liggur yfir beitillandinu. Kolbeini finnst ætíð gaman að hjálpa til við að gefa hestunum og hestarnir eru ákaflega fegnir að fá safaríkt heyið og eru gráðugir í rúlluheyið. Þá gefst honum einnig tækifæri til að heilsa upp á léttfeta vin sinn og gæla við hann. Björn bróðir hans gáir að geisla en hann á nú að taka til tamningar. Á meðan hinir hestarnir halda áfram að úða í sig heyinu þá hefst tamningin og í dag á Kolbeinn að fá að kynnast því hvernig farið er að. Geisli er dálítið kvumpinn en Kolbeinn lætur vel að honum. Hann er því líka vanur að fá að hlaupa frjálsum og finnst það ólíkt skemmtilegra. Í dag á að æfa hann að vera í taumi og hann er látinn hlaupa í hring í gerðinu. Kolli heldur í tauminn og stjórnar Geisla, það er þó ekki alltaf auðvelt. Geisli hefur engan áhuga á þessu lengur og vill losna við tauminn. En Kolbeinn lætur smella í svipunni svo að hesturinn hlýði honum og allt gengur eins og til er ætlast. Eftir að Geisli hefur verið í taumhaldinu tekur við næsta stig en það er að venjast hnakknum. Það verður að fara ofur rólega að hestinum þegar hnakkurinn er settur á hann. Þetta er þó ekki í fyrsta skipti sem hnakkur er settur á Geisla. Honum er samt ekki rótt og hann hreyfir eyrun órólegur. Hann á ekki auðvelt með að halda ró sinni á meðan sér ekki hvað fram fer. En Björn bróðir Kolbeins kann á þessu handtökin og allt fer þetta vel. Það finnst Krumma líka. Og nú er komið að því að Kolbeinn fær leyfi til þess að fara á bak Geisla í fyrsta sinn. Þeir fara varlega á stað en Geisli þarf að venjast reiðmanninum á bakinu þó hvorki sé hann stór né þungur. Það er allt annað að hreyfa sig með knapa á bakinu heldur en frjáls og óbeislaður. Og meðan þeir Geisli og Kolbeinn æfa sig þá njóta hin hrossin veðurblíðunnar og bregða sér á leik í vetrasólinni.